En við förum núna yfir í alvarlegri sálma. Kona á fertugsaldri sem greindist með krabbamein fyrir rúmum 4 mánuðum leitaði nýlega til Krafts, stuðningsfélags fyrir ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein. Hún leitaði eftir stuðningi við niðurgreiðslu á læknis- og lyfjakostnaði. Í 2 ár gekk hún á milli lækna og greindist sjúkdómurinn seint. Á þessum tíma hafði safnast upp allskyns læknakostnaður sem nam tæpum 300.000 krónum sem hún hefur greitt úr eigin vasa. Þetta bara eitt dæmi af fjölmörgum sem komin á borð félagsins. Ragnheiður Davíðsdóttir, framkvæmdastjóri Krafts, segir margt ungt fólk leita til félagsins sem hreinlega stendur ekki undir þeim kostnaði sem fylgir læknis- og lyfjameðferð. Við ræðum við hana hér á eftir en fyrst ætlum við að sjá brot úr umfjöllun Kastljós frá 2013 þar sem fjallað var dýrar krabbameinsmeðferðir. Og hvernig hefur aðstoð kerfisins verið þar að segja fjárhagsleg eftir að þú greinist? Ég veit ekki hvernig fjárhagsleg aðstoð kerfisins er. Ég hef ekki séð hana, ekki mikið. Þetta er svona, það veist vera svona byggt upp þetta félagslega kerfi til þess að passa að fólk svindli ekki á því. Þannig að fólk sem þarf aðstoð, þegar maður er veikur þá er maður hvorki þrekni eða einhvern veginn geð í sér til þess að vera að sækja mikið í þetta. Hvað hefur meðferðin hans Jón Þórs kostað? Í heildina hefur hún kostað með lækniskostnaði, lyfjakostnaði og ferðunum bara á milli, bara til þess að fara til læknisins og það er þetta komið í 510.000. Hvað af því er þá tengt spítalana, það er að segja rannsóknir, komugjöld og blóðpröfur og allt það? 319. Mín heppni felst í því að vera inn á sjúkrahúsinu í 7 vikur og þurfa aldrei að borga fyrir neitt af þessum rannsóknum. Svo leið og ég kem heim eftir þessar 7 vikur, þá er svona smá hlé í hálfa mánuð og þá tekur við að fara í lyfjagjöf. Og þá þarf maður að fara að borga fyrir að taka úr sér blóð, maður þarf að borga fyrir bílastæðin úti, maður þarf að borga fyrir að hitta lækninn og allt þetta aukalega sem að snýra að því að fara upp á sjúkrahús og fá lyfin, þó ég hef ekki borgað fyrir lyfin sjálf. Peningaáhyggjur er þetta versta sem þú ferð inn í þegar þú ferð í svona meðferð. Þú þarft að vera laus við allt annað heldur en bara að hugsa þetta. En þetta er svo skrítið kerfi. Fyrir mann sem er veikur og þarf að vera að standa í þessu, það er eiginlega alveg ómögulegt. Ég hef alltaf borgað mína skattareglu og alltaf talið að það væri bara nóg til þess að ef ég veikist þá þurfi ég ekki líka að vera að borga eitthvað í hvert skipti sem ég kíki inn á sjúkrahús eða til læknis. Og að það kallist heppni að vera lagður inn á sjúkrahús af því þá þurfum maður ekki að borga. Þetta þarf að laga. Við eigum ekki að þurfa að borga fyrir þetta. Við erum að borga fyrir þetta í sköttunum okkar og því þarf að breyta. Velkomin Ragnheiður. Takk fyrir. Við sáum hér undan úr umfjöllun Kastljós frá 2013 þar sem krabbameinssjúklingar kvörtuðu undan háum kostnaði við krabbameinsmeðferðir. Hefur þetta lítið breyst á 2 árum? Þetta hefur ekkert breyst. Eitthvað það hefur versnað. Þetta það er bara hreinlega sárara en tárum taki að horfa upp á ungt fólk í blómalífsins greinast með krabbamein. Félagið okkar gætir hagsmuna unga fólksins frá 18 til 40 ára og þetta er svo tími sem að fólk stendur í húsbyggingum, er eignast börn, er með námslán og annað og þegar öðrum aðilanum er skyndilega kippt út úr daglega amstrinu, minni tekjur og ég tala nú ekki þegar svona stórkostlegir reikningar bætast við vegna lyfja og lækniskostnaðar þá er þetta náttúrulega bara sárar en tárum taki. Þú varst að skrifa þetta í blöðin og tala nákvæmlega þetta en þú líka minntist á Facebook síðunni á unga konu sem nýlega greindist með krabbamein. Segðu okkur örlítið hennar sögu. Þetta er kona sem er á fertugsaldri sem greindist núna í haust á 3 lítil börn. Er búin að verja, eftir því sem hún segir, á 300.000 krónur í læknis- og lyfjakostnað frá því að þetta veikindaferli hennar byrjaði. Hún greindist ekki alveg strax með krabbameinið. Þannig að hún kom til þess að leita sér aðstoðir neyðarsjóð Krafts og það voru þungspor fyrir hana, ég get alveg sagt þér það voru þungspor. Vegna þess að fólk sem er með krabbamein, það vill helst ekki blanda saman peningum og krabbameins umræðunni í sömu andrá vegna þess að það hefur ekkert val, það verður að borga það sem upp er sett og ef það á ekki fyrir því þá verður það bara hreinlega að skera niður í útgjöldum heimilisins á einhvern hátt. Það eru dæmi að fólk hafi þurft að taka börnin sín úr tómstundaiðkun, selja heimilisbílinn og náttúrulega er ekki til að tala að fara í sumarfrí eða neitt slíkt og einhvern veginn er þetta mjög þungspor að þurfa að sækja til okkar í neyðarsjóðinn og við vorum að úthluta núna daginn til 4
einstaklinga sem höfðu greinst með krabbamein fyrir svona 2 til 3 árum og það fóru 400.000 krónur á mann og það takt eftir bara fyrir lyfja og lækniskostnaði. Og þau gaf okkur nótu fyrir því? Alveg. Og þessi unga kona hefur þá greitt ansi háan kostnað? Já, þetta náttúrulega dálítið misjafnt hvað fólk þarf að borga mikið. Það fer eftir eðli veikindana. Sumir þurfa að fara mjög oft í segulómun og alls konar myndatökur sem eru mjög dýrar. Fyrstu myndatökur áður en að til niðurgreiðslu kemur kosta kannski 30.000 krónur og aldrei minna en 8.000 krónur. Skilur þó manneskjan sé komin á fullan afslátt. Og svo allar blóðprufurnar og allar læknaheimsóknirnar. Þetta ofboðslega fljótt að taka sig saman. Listarnir sem við fengum með umsóknunum, þeir voru bara, þetta voru upp undir 10-15 blöð, þétt skrifað. Þið hefur gert könnun á því hvernig þetta í nágrannalöndunum. Hvernig kemur þetta? Já, við hefum gert svona lauslega könnun á því og það óskup auðvelt að segja það að það kostar bara ekkert í nágrannalöndunum. Og Ingimar Einarsson, dr. Ingimar Einarsson gerði skýrslu fyrir Krabbameinsfélagið fyrir 2 árum og kannaði þetta sérstaklega og þar ekki greitt neitt fyrir þessa læknisþjónustu, ekki neitt. Og meira þess að í sums staðar fær fólk sálfræðiþjónustu og tannlæknaþjónustu. Fólkið okkar að missa tennurnar, það þarf að gera við tennur vegna lyfjanna, það ekki greitt niður á nokkurn hátt og þetta spannar 10.000, 100.000 og sálfræðiþjónusta, geðlæknaþjónusta og annað slíkt. Þetta það óþrjótandi, krem sem sumir þurfa að hafa, augndropar vegna augnþurrks, það svo margar hliðaverkanir á krabbameininu. Og fæst ekkert af þessu niðurgreitt í kerfinu? Jú, það ákveðið kerfi, ef þú ferð upp í einhver ákveðna upphæð, þá borgar töluvert mikið minna, en engu að síður þetta dýrt. Þú safnar upp í ákveðna upphæð og svo færðu restina þá væntanlega niðurgreitt? Já, ég var til dæmis sjálf með fæturnar annar fótinn í myndatöku og þurfti að borga samtals 30.000 krónur fyrir 3 myndatökur af því ég var ekki komin á afslátt. En eins og í tilfelli þessara konu sem þarna greiðir hátt í 300.000 krónur? Jú, þetta var bara komið upp í það, þótt hún væri á afsláttu vegna þess að þetta rýkur alltaf upp í efstu þrepin við áramót með lækniskostnaðinn og svo þegar árinu lýkur með lyfin, þá fer það aftur upp í hæstu hæðir. Þá þarf aftur að fara að safna upp í heildarupphæðina til þess að komast á afsláttukjörin. En þurfa þá allir að borga á öllum póstum í raun og veru? Ekki nema þeir sem að liggja inni, eru innskráðir eins og konan var að tala um þarna áðan. Það bara mikil heppni. Það má segja að það sé eiginlega, heppni að vera lagður inn. Því þetta skiptir svo, það hver einasti liður gjaldfelldur, ein blóðprufa tekin, ein myndataka, hvað það eitt viðtal, þetta allt saman, þetta týnist saman og verður einni stórri upphæð. Hversu margir lenda í þessum bara vandræðum? Sko það eru 70 manns á aldrinum 18 til 40 ára sem greinast árlega á Íslandi á krabbameini, með krabbamein. Og litla félagið okkar Kraftur tók upp á því að reyna að hjálpa þessu fólki þegar við sáum í hvað stemdi, það átti bara hreinlega ekki fyrir nauðþurftum. Og við stofnum svolítið neyðarsjóð sem náttúrulega afskaplega takmarkaður. Og nú bara horfum við fram á það að hann sé bara tæmast vegna þess að það eru svo margar umsóknir í hann. Og við fáum fleiri símtöl og heimsóknir frá fólki sem að bera sig upp við okkur. Við bjóðum upp á sálfræðiþjónustu hjá Krafti, reyndar bara 3 tíma, fólk að nýta sér það og við gefum út bækur hvernig að meðhöndla að tala við börn eftir að foreldri hefur greinst og svo framvegis og við reynum að gera allt sem við lifandi getum fyrir þetta fólk. Auk þess að veita því bara andlega stuðning og alls konar félagsstarf sem við bjóðum upp á líka fyrir þetta fólk en við höfum líka orðið verið við það að það bara eitt að greinast með lífshættulegt krabbamein og annað að þurfa að vera að hafa áhyggjur af peningum. Það sko, ég veit það á Norðurlöndunum til dæmis, þar sem ég frétta konu sem greindist, hún fékk bara sinn umboðsmann sem sá öll hennar mál í kerfinu. Hún þurfti ekkert að standa í þessu sjálf? Nei, það heilmikið mál bara að finna út hver manns réttur Þannig að þetta heilmikið mál. Og við erum í rauninni bara alveg fjúkandi vond og viljum ekki tala eitthvað sem heitir rammi fjárlaga eða einhver slík stofnana mályrði vegna þess að þetta fyrst og fremst spurning að forgangsraða. Taka peningana þar sem minni þörf á þeim, taka peningana og setja þá í þar sem líf liggur við. Það það sem ég var að reyna að skrifa í þessari grein vegna þess að það gott að hafa jarðgöng, það gott að hafa gott samgöngukerfi, það gott að hafa menningarhús og það ágætt að hafa rándýra utanríkisþjónustu. En
ef við eigum ekki peninga til þess að reka Landspítalann og ef að fólk þarf að þjást af því það hefur ekki efni á að bjarga lífi sínu, þá verður bara hreinlega að taka peningana þar sem þeir eru fyrir. Og ég verð alltaf dálítið hrygg í hjartanu þegar ég sé ráðherrana aka á milljóna dollara grínunum sínum með einkabílstjórnuna sína. Þú fyrirgefur þó ég segi það, en þetta er eitthvað sem ætti skera niður til dæmis. Við látum þetta vera lokaorðin. Takk Ragnheiður fyrir komuna.